Já, góðir hlustendur og áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á nýju ári. Það er ennþá nýtt ár. Það er 13. í dag. Stór dagur, tímamót, jólin eru búin. Hversdagurinn byrjar formlega á morgun. Og við höldum áfram að velta okkur upp á því að hvort við séum að lifa tímamót og kaflaskil í sögunni, hvort að áramótunum fylgi tímamót. Og til að pæli þessi kvöld eru hingað komin Sólveig Anna Jónsdóttir sem formaður Eflingar, Helga Vala Helgadóttir sem þingkona Samfylkingarinnar og Sara Elísa Þórðardóttir sem varaþingkona Pírata og situr núna á þingi. Það eru tveir Píratar, þriðjungurinn af þingflokknum á leið eða komin í barneigna frí. Til hamingju með það, Píratar, fjölga sér. Herðu, en það eru þessi tímamót og kaflaskil. Ég man það þegar kórónufaraldurinn var að byrja og kórónukreppan var að skella á og það var mikil upplausn í Bandaríkjunum að þá voru margir sem voru að velta fyrir sig hvort við værum að lifa eitthvað svona afgerandi kaflaskil. Það kannski árið 2020 hefði eitthvað merkingu eins og 2007, 1917, 1929 var eitthvað svona stór kaflaskil í sögunni. Og mér langar að bara byrja þar, að spyrja ykkur á því. Helga Vala, erum við að upplifa einhver kaflaskil? Er svona umbreyting í hugmyndunum okkar? Ég get ekki að spurt bara smærra og spurt til dæmis Samfylkingin, er hún á tímamótum? Er hún að breytast? Mér langar að byrja á stóra, má það? Ok, það má. Það er mjög klassískt að byrja í einu stóra og færa sig svo niður. Já, ég held að við höfum allavega að ég hef löngun til þess að trúa því að við séum að upplifa eitthvað. En kannski í henni stóru sögulegu mynd ártuga þúsunda eitthvað, að þá erum við kannski ekki að upplifa neitt. En ég hef samt ekki geta sleppt því að benda á að árið 2020 var ár rottunar, rétt eins og árið 2008. Þá var líka ár rottunar þegar bankahrun var og efnahagshrun varð allan heim. Og það er mjög áhugavert, svona út frá því, að þá verður alltaf einhver breyting. Ég vil benda þér á að þú ert að tala við rottu, ég er rotta, þannig að ég bara varaði við að það fari ekki of langt með þetta, að kenna rottunum allt. Ég er nefnilega líka rotta. Nú. Þá náði ég þér. og rotturnar þær lifa af og eru sterkar og en árrottunar er umbreytingaár. Vá, hvað er orðið eitthvað göldrótt. Það er svo Sigga Kling. Nei, við erum þetta bara svo skemmtileg tilviljun. Við erum þetta svo biluð tilviljun að það skuli vera svoleiðis. En ég en svo er ég líka mjög bjartsýna eðlisfari og ég vil leyfa mér að trúa því að ef við höfum hugrekki og þá sé ég við bara almenningur allan heim til þess að þora að koma í gegn ákveðnum nauðsynlegum breytingum að þá tel ég tækifærið vera núna. Og þá er ég að tala breytingar þannig að við búum til meira jafnvægi milli fólks, milli ríkja, milli heimsálfa og milli lífvera. Af því að ég held að án þess jafnvægis að þá mun okkur ekki farnast vel og ég held að við höfum einmitt verið að fara svolítið þangað að keyra inn í bara loftslagsbreytingar og ofboðslegt ójafnvægi efnahags og svo framvegis í stóru myndinni og smáu myndinni, milli hverfa, milli landa, milli heimsálfa og allt. Að ég held að núna sé mjög gott tækifæri til þess að fara inn í það og reyna að búa til meira jafnvægi. Þá kemur við að smærri spurningunni sem var á heimi á hverfanda hveli. Hvernig breytist Samfylkingin við það? Samfylkingin þetta búin að vera í bara alls konar breytingafasa. Ég meina, og er það gjarnan. Samfylkingin þurrkaðist nánast út 2016. Þá fengum við einn kjördæmakjörinn þingmann inn, Loga Einarsson,
hinn geðþekka arkitekta norðan sem að komst inn kjördæmakjörin og tók með sér 2 og núna erum við 8. Við erum meira að segja í þeim breytingafasa að hérna, við fjölgum okkur jafnvel þó að það sé ekki kosningar og útlitið er fínt. Sko við auðvitað byggjum á mjög sterkum stoðum jafnaðarmennsku, í víðasta skilningi. Þá erum við að tala jöfnuð einmitt kynþátta, efnahag og hvað sem og þetta eru okkar grunnstoðir. Ekki jöfnuð á milli stétta? Jú, ég sagði efnahag og þá ég að tala milli stétta líka. En það við höfum byggt upp alls konar kerfi í gegnum tíðina og þá ég að tala líka þeir flokkar sem að Samfylkingin varð til úr að byggja upp kerfi sem að auðveldar tekjulægri að sækja sér menntun, að styðja undir að tekjulægri geti haft húsaskjól og svo framvegis og á þessu byggjum við og á þetta trúum við. Þannig nú það. Sara, það eru kaflaskipti og tímamót. Hvernig upplifir þú þetta? Erum við að gangi í gegnum umtalsverðar breytingar? Það var náttúrulega áður en að COVID kom að þá var það nokkuð almenn skoðun í samfélaginu og heiminum að við varum að ganga í gegnum alvarleg kaflaskil í sögunni út af loftslagsbreytingum, að við varum að ganga inn í lokakafla mannkynssögunnar. Hefðu svona möguleika á því að vinna okkur út úr því aftur. Þetta? Já. Erum við að lifa slíka tíma? Það eiginlega bara nákvæmlega málið og það sem við erum kannski að sjá með þessum kaflaskilum sem eru náttúrulega fyrir okkar þjóð og fyrir heiminn allan að við erum kannski að sjá hluti sem að færast bara aðeins nær í tíma. Þetta svona krísuástand var yfirvofandi vegna loftslagsbreytinga en virðist ekki hafa verið tekið nógu alvarlega. Ég bind vonum við það að þetta verði einmitt kaflaskil í átt af því að núna vakni heimurinn svolítið upp við það að hérna erum við meitt vírus á ferð og flýjum heiminn sem að tekur svona hressilega yfir en sko verði vísindalega spár loftslagsmálin að veruleika þá verður vandinn ennþá alvarlegri og útbreiddari og mun koma niður á öllum og fleiri þáttum samfélags og heims samfélagsins en COVID hefur gert. Þannig að ég vona hreinlega að þetta verði kaflaskil í þá átt að núna þegar aðeins fer að birta hvað varðar COVID, það byrjað að bólusetja þó við sjáum náttúrulega í Bretlandi, það allt á hliðinni sums staðar ennþá, að þá grillir þarna í betri hluti, en þá verðum við líka að horfast í augu við þessar staðreyndir, vísindalegu staðreyndir sem að loftslagsvandinn og málin eru og taka þau föstum tökum. Ég hef talað það inn á þingi að þurfti að skipa loftslagsþríeyki og auðvitað náttúrulega hvernig lítur það út. Sko, ég set það fram svolítið út frá því að við höfum þá hugmyndafræðilega sama skilning á loftslagsbreytingum og við höfum á COVID og við þurfum þríeyki og við þurfum að horfast í augu við hversu alvarlegt þetta Þannig að já, þetta ákveðin prufukeyrsla til ég. Við sjáum það líka að heilbrigðiskerfið náttúrulega algjör burðarstólpi í samfélaginu og það sem hefur gerst með COVID og vonandi verða líka kaflaskil þar. Þegar við sjáum það þegar að Landspítalinn færður yfir neyðarstig, þá eru sóttvarnaaðgerðir samanskapi hertar og þar að leiðandi það heilbrigðiskerfið það atriði í samfélaginu sem að verður að vera sterkt og burðugt til þess að allt annað geti starfað eins og við viljum að það geri. Þetta algjör lykilatriði og líka þessar stéttir sem að vinna þar, hversu mikilvægir þær eru. Vonandi sjáum við kaflaskil í því að það verður tekið alvarlega, að þarna eru verðmæti sem að við eigum að einblína á þegar að við horfum til þess að byggja upp samfélagið aftur í kjölfar COVID. Og það bara allra hagur, það sér það hver einasti maður, hver einasta starfstétt núna í COVID.
En heldur að sko COVID hjálpa okkur við að glíma við þetta? Við kannast við að svona í upphafi faraldursins að það voru svona myndir af fólki á strönd og það var ein holskefla sem var COVID og svo fyrir aftan það var ójöfnuðurinn í heiminum sem var að brjóta niður samfélagin og svo voru loftslagsváin sem var þar fyrir aftan. Það menn hafa talað það að reynslan af COVID geti hjálpað okkur að glíma við hinn vandan, en mér fannst það svona kringum áramóti, þá fannst mér allir tala raunverulega svolítið eins og við varum sko heimsmeistarar því að eiga við COVID og hér var allt í góðu lagi og við tókum þetta bara í nefið með samstöðinu og eitthvað fleira sem ekki beint svona mórallinn sem að maður reikna með að sé uppbygging á því að taka á raunverulega vanda sem þar fyrir handan. Já, það alveg, þetta svona ákveði kannski íslenskt þjóðareinkenni að við erum svona best í heimi sko, sem að þjónar ákveðnum tilgangi líka, við höfum trú á sjálf okkur og erfiðum tímum og að basla en auðvitað það náttúrulega bara hlutverk stjórnmálanna og stjórnmálamanna og okkar allra að leiða sem flestur það fyrir sjónir að þetta er alvarlegt og þetta er bara langtíma verkefni að vinna áfram að því að fólk taki þetta alvarlega. Ég held af því að þetta er búið að vera svona dramatískt eins og raun ber vitni, þá held ég já að það verði auðveldara að gera fólki að það verði orðræðan muni breytast af því að við erum búin að upplifa hversu alvarlegt eitthvað svona getur orðið, hversu mikið það getur bara við. Áður fyrir þá voru við þetta kemur ekki fyrir mig eða við erum og það er alltaf einhvern veginn hægt að bjarga og redda málunum. Kannski ákveði exposure therapy fyrir ekki sletti. Ég ætla að vonast til þess, svo sannarlega. En þetta er áframhaldandi vinna og eitt sem ég langar rosalega til þess að koma inn á, það er nú hafa mótmæli til dæmis verið á mjög miklu hliðarlínu út af COVID og það hefur ekki verið hægt að sinna þessum lýðræðislega rétti. Áður en að COVID skalla á þá vorum við að sjá unga fólki mæta niður á Austurvöll á hverjum einasta föstudegi, vera þar oft klukkutíma í einu og þeirra raddir voru einhvern veginn að fá loksins hljómgrunn í samfélaginu. Svo núna er ekki hægt að mótmæla með sama skapi og mér finnst það mjög hættulegt og stjórnmálin, þetta kemur náttúrulega stjórnmálamönnum rosalega vel og það er þægilegt fyrir ríkisstjórnina sem engin mótmæli í gangi og það er þægilegt að þurfa ekkert að svara almenningi og nú er komið heilt ár af þessu og ég hef bara persónulega raunverulegar áhyggjur af þessu atriði og að þarna sé gjáin milli þings og þjóðar sko dýpri heldur en nokkuð tíman áður. En þetta er eitthvað sem að þarf að horfast í augu við og vinna strax. Má ég spyrja þig sambærilegar spurningar? Upplifir það að Píratar séu á tímamótum? Eða eru þeir eins og samfélkingin eins og Helga var að lýst því sem eru bara alltaf í breyting? Sko, partur af hugmyndafræði flokksins er raunverulega alltaf að hafa virka og góða endurnýjun. Þannig að það má segja að við erum svona alltaf að umbreytast og reyna að læra því sem maður hefur gerst og fara inn í framtíðina. Við erum framtíðarflokkur, við lítum svo á og við viljum taka þátt í að móta framtíðina út frá okkar hugmyndafræði og því sem við stöndum fyrir gagnsæi svona á móti spillingu og ég geti náttúrulega talið fleiri hluti en þannig að já, við erum það og núna náttúrulega vitum það eru 3 þingmenn búin að gefa það út að þeir komi ekki til með að bjóða sig fram næst. Nú, hver er þriðji? Við vorum að heyra frá Smára og Helga. Já, nei, ég er svo fjármálaráðherra, ég kann ekki að telja. Það eru 2 búin að gefa það út. Það er áskorun í þettinum að svo þriðji stígi fram, eða hvað? Nei, ég veist það. Nei, þetta er bara rugl í mér. Það eru 2 búin að gefa það út, að þeir ætla ekki fram. Þannig að þá liggur hlutarans eðli að það fyllist þarna og við ætlum okkur stóra hluti í næstu kosningum. Þannig að, og við ætlum að stækka sem þingflokkur. Þannig að þar náttúrulega verður endurnýjun og auðvitað langar okkur að komast í ennþá, komast á þann stað að við getum haft meiri áhrif í samfélaginu. Já, þessum breytingum og loftslagsmálin eru núna okkur alveg gríðarlega hugleikin og erum núna að fara einmitt í samtöl við unga fólki þessu hluti. Sólveig Anna, tímamót í stéttabaráttunni?
Já, það eru auðvitað mikil tímamót í stéttabaráttunni en ég lít svo á að þau tímamót sem að þegar höfðu átt sér stað í stéttabaráttunni á Íslandi, þau náttúrulega voru, þau hafa hjálpað mjög mikið í þessari baráttu sem að við höfum nú verið í og ég get þá nefnt þar sem mjög skýrt dæmi sú afdráttarlausa afstaða Eflingar strax í upphafi þessarar kreppu að ekki kæmi til greina að gefa neitt eftir af réttindum launafólks og við vorum strax bara með þá fastmótuð afstöðu og héldum við hana og höfðum fyrir henni mjög góðar og málefnalegar og skýrar ástæður og ég held að það hljóti öllum að vera ljóst á þessum tímapunkti að þetta var auðvitað hið eina rétta í stöðunni það að samþykkja að gefið hefði verið eftir af réttindum fólks hvernig sem að það hefði verið gert hefði náttúrulega gert það að verkum að dregið hefði úr eftirspurn hér innanlands svo maður tali bara á þeim nótunum og svo hefði það náttúrulega gert það að verkum að sú stétt fólks, verka- og láglaunafólk sem að hefur þurft að axla þyngstu byrðarnar hefði þurft að taka enn meiri skell á sig vegna þess að það náttúrulega það fólk sem að þarf mest á því að halda að fá umsamdar hækkanir. Þannig að þegar ég horfi á þetta þegar ég horfi á það sem hefur núna gerst á þessu ári sem liðið þá ég allavega mjög glöð yfir því að við höfum verið komin á þann stað sem að við vorum komin á, við höfum verið búin að ná að fóta okkur innan hreyfingarinnar, ná að fóta okkur innan félagsins og að við höfum getað tekið þessa baráttu fyrir hagsmunum okkar fólks með svona árangursríkum og já, bara svona árangursríkum hætti. Þannig að sannarlega voru þau tímamót sem að höfðu orðið mjög gagnleg en svo auðvitað það svo að meðan að við búum inn í þessu kapítalíska kerfi sem náttúrulega kerfi umbreytinga þá þarf verkalýðsbarátta vinnandi fólks þarf náttúrulega að vera síbreytileg og þarf náttúrulega bara vera að bregðast við því sem að gerist en á sama tíma þarf náttúrulega hreyfingin að hætta að annarkvort samþykkja einhvern veginn status quo-ið á sama tíma það einhvern veginn komið til móts við allar þarfir og langanir eiganda atvinnutækjana hreyfingin þarf og er að því og Efling að því að sem sagt koma líka fram sem talsmenn og baráttu tæki breytinga í þágu vinnandi fólks og við höfum Efling hefur náð því á þessu ári þrátt fyrir samkomutakmarkanir og svo framvegis að halda lífi í félagsstarfi, halda lífi í því að trúnaðarráðið okkar komið saman þar sem við höfum verið að ræða og álykta stóru mál þannig að vegna þess að við erum mjög meðvituð það að við þurfum sífellt að bregðast við öllum þeim aðstæðum sem að birtast okkur þá hefur okkur að mínu mati í það minnsta tekist það afskaplega vel en svo auðvitað þurfum við að horfast í augu við það að það sem okkur hefur ekki tekist að búa til nægilega mikinn pólitískan þrýsting til þess að það verði farið í það að hækka auðvitað atvinnuleysisbætur verulega, ekki á þennan ótrúlega snautlega hátt sem gert var, heldur verulega þannig að fólk sannarlega geti lifað á þeim og svo að það verði farið í massífa innviða uppbyggingu, atvinnuskapandi innviða uppbyggingu og í slíkri uppbyggingu verði hugað að því að taka öll þessi svona stóru mál inn í að innviða uppbyggingin verði intersectional, samtvinnuð, þannig að hagsmunir vinnandi fólks og hagsmunir lífríkisins geti þar gert það að verkum að við komumst undan þessu svona ægivaldi eignarinnar á öllum
öllum einhvern veginn auðnum sem að verður til í þessu samfélagi. En þið eru ekki eini í stríðinu, þið eru með andstæðing og finnst þér hann hafa verið að styrkja sig eða þið hafi verið að styrkja ykkur? Þá áttu við sem sagt auðvaldið. Já, þetta náttúrulega búið að vera mjög merkilegt að sjá hvernig svona atburðarásin hefur spilast út vegna þess að annars vegar höfum við öll séð hversu ótrúlega mikilvægt það er að hafa opinbert velferðarkerfi sem að getur brugðist við og við höfum öll jafnframt áttað okkur á því að sökum niðurskurðar nýfrjálshyggjunnar þá hefur velferðarkerfið okkar verið veiklað þannig að það hafa, við höfum ekki getað tekist nógu vel á við hlutina. Meiri segja samtök atvinnulífsins hafa stigið fram og í einhverjum myndböndum, svona sjálfsupphafningar myndböndum verið að tala eiginlega fjálglega velferð og velferðarkerfið en á sama tíma og við höfum öll, meiri segja þurft að viðurkenna að án sterk opinbers kerfis sem að getur tekist á við risavaxin vandamál og leyst þau með viðunandi hætti, þá hafa aðgerðir stjórnvalda miðast að því að tryggja að auðstéttin haldi sínum völdum yfir samfélaginu og það hefur verið merkilegt að fylgjast með því hvernig brugðist hefur verið við þeim kröfum sem að þaðan hafa komið og þá vil ég sérstaklega nefna sem eitt ótrúlegasta dæmið sem að ég hef allavega orðið vitni að bara vanvirðingu atvinnurekanda gagnvart bara lýðræðinu og bara svona eðlilegum leikreglum framferði þeirra varðandi uppsögn á kjarasamningum og þá fjárkúgunar herferð sem að það snerist upp í þegar að þeim varð ljóst að hreyfingin ætlaði sér ekki að samþykkja það að fyrirhugum launahækkunum að þær yrðu afnumdar eða þeim yrði slegið á frest, þá breyttist þetta í fjárkúgunar herferð á hendur ríkisvaldinu, á hendur stjórnvöldum og það var látið undan. Og að meðan að þetta var að gerast þá fór bara af stað einhver risavaxinn fjölmiðla sirkus og stjórnmálafólkið sem að væntanlega til neitt tók þátt í þessu, lét eins og þetta væri bara sjálfsagður og eðlilegur hlutur og reyndi einhvern veginn ekki einu svona að verja sig, reyndi ekki einu svona að benda hinum almenna kjósanda á hversu afbrigðilegt og sjúkt þetta ástand væri. Þannig að þegar ég horfi á þetta þá náttúrulega get ég ekki annað en viðurkennt að íslenskt auðvald hefur náttúrulega sýnt sig og sannað sem eigendur þessa samfélags miklu frekar en við sem að eigum ekki fjármagnið og atvinnutækin. Hvað var það sem að þeir náðu út úr ríkisvaldinu? Þau náttúrulega fengu þarna þessa 25 milljarða þú veist með einhverjum ýmsum útfærslum og þar auðvitað var inn í hlutir sem að þegar var búið að arransera og svo framvegis já, ég meina það voru þarna þessir verulega stóru fjármunir en svo kannski fyrir mig í það minnsta það sem var svona mest sjokkirandi var stemningin í kringum þetta að það skildi opinberast með svo skýrum hætti einmitt þetta sem ég var að segja að þau sem voru við völd einfaldlega hafðu bara engan áhuga á því að stíga fram og verja sig og benda á að það ætti auðvitað ekki að tíðkast í einhverju sem að hægt var að kalla eðlilegt lýðræði samfélag að samskipti á milli atvinnurekanda og stjórnvalda væri með þessum hætti. Jæja, Helga Vala, átökin þegar að almenningur 99% fá 7,5 milljarð til bæta lífskjörin í faraldrinum að þá það bara pólitískur ómöguleiki að ná því gegn nema að allra stærstu eigendur, allra stærstu fyrirtækina og auðugustu fjármagnseigendurnir fá 25 milljarð. Þetta svona Ísland í dag? Já, svona er Ísland í dag. Það er þannig. Það auðvitað
við höfum svolítið talað það hvernig ástandi var hérna í byrjun COVID þegar að hérna það átti að afgreiða hlutina yfir nótt. Það var mjög áberandi í mars og apríl þegar öllu þinginu var bara stillt upp við vegg varðar Icelandair til dæmis og ef að hlutirnir eru ekki afgreiddir fyrir næsta mánudag sem var bara nokkrum dögum seinna að þá færi félagið á hausinn og og að því að þá væri komið að einhverjum gjalddaga á einhverju og það yrði að afgreiða allt bara núna og maður svona velti fyrir sér það eru þetta heljarinnar verkar reka flugfélag og það skiptir mjög miklu máli að þjóðhagslega mjög mikilvægt að hafa flugsamgöngur við Ísland. En ég og ég ætla ekki að tala niður Icelandair, þú veist, þetta mikilvægt flugfélag, en ég velti samt fyrir mér þessari stöðu sem okkur tekst að vera í. WOW Air fór á hausinn ári áður, hafði þá í rauninni ekki átt að hafa flugrekstrarleyfi ef að allt hefði verið eftir bókinni. Ég ákvað að spyrjast fyrir í gær afdrif skýrslu Ríkisendurskoðunar sem að ég óskaði eftir þegar ég satt í umhverfis- og samgöngunefnd aðdraganda þess að WOW féll í byrjun árs eða í marsmánuði 2019 og ég bað skýrsluna þarna í maí held ég 2019 og hvar þessi skýrsla? Af því það nefnilega eftirlitsstofnanir á Íslandi sem eiga að fylgjast með að rekstur svona mikilvægra fyrirtækja sé ekki bara í bullinu. Og þessi skýrsla ekki ennþá til og ég bað núna minn ágæta kollega Guðjón Brjánsson sem að núna situr í umhverfis- og samgöngunefnd að spyrjast fyrir afdrif þessari skýrslu. Hvar hún? Samgöngustofa á að hafa eftirlit með að fyrirtæki sé með nægt fé til reksturs flugfélagsins næstu 3 mánuði. Ef þú hefur það ekki sem flugfélag, þá átt ekki að hafa virt leyfi. Þetta svona trygging stjórnvalda fyrir almenning að þeir komist alltaf heim. Vitið, að við séum ekki bara í bráðri hættu, að við séum ekki í biluðum vélum og svo framvegis. Og þetta var bara staðan 2019 í mars. 2020 í mars staðan þessi að það kemur veira og korteri seinna Icelandair á svo rosalega vondum stað að það þurfti að afgreiða, það þurfti að vinna nótt og dag niður í þingi í tæpa viku vegna þess að það var einhver dagsetning á mánudaginn sem að hefði bara knésett flugfélagið. Og maður veltir aðeins fyrir sér. Hvað gengur á í svona rekstri þegar að það eru bara nokkrir dagar sem að fara illa og þá allt í einu bara mörg þúsund manna vinnustaður farin á hausinn. Hvað hefur gengið á dagana á undan og vikurnar á undan? Getur verið að það hafi verið eitthvað brogað við hennar rekstur. Og svo fékk forstjórinn verðlaun fyrir að vera viðskiptamaður ársins. Það var nú bara dómnefnd markaðarins fylgirits fréttablaðsins sem veitt honum verðlaun. Það var ekki... Nei, þetta ekki opinber verðlaun. En ég bara að segja, ég meina, mér er bara svo áhugavert að taka þetta í þetta samhengi. Þegar ég var bara í vinnunni með það og við öll með það hangandi yfir hausnum á okkur ef eitthvað ekki afgreitt bara svona að þá myndi bara mörg þúsund manna vinnustaður verða gjaldþrota á mánudaginn, vitið. Maður hugsa, hvað var að gerast? Þú verður ekki gjaldþrota yfir nótt. Hvað gerist? Og svo auðvitað horfðum við á það sem átti sér stað talandi framkomu við starfsmenn fyrirtækisins, framkomu við flugfreyjur og flugþjóna, flugliða
það var auðvitað alveg sko brjálæðislega framkoma þar sem að það var bara ákveðið að segja öllum upp í miðjum kjarasamningum. Það var nú gert með stuðningi ríkisvaldsins vegna þess að á bakvið þetta var loforð ríkisins að koma með fé að rekstrinum gegn því að það fyndist fé hjá fjárfestum og krafa fjárfestana var það að laun starfsfólksins yrðu lækkuð, þannig að raunverulega var íslenska ríkið að styðja árásir félagsins á starfsfólksins. Já, þau hafa fallið mörg prinsipin hjá ríkisstjórninni, verð ég að segja, og ákveðnum stjórnarflokkum. Og mér langar að segja eitt af því að hérna Sólveig Anna sagði að stjórnmálamenn hefðu eitthvað fallið á prófinu, sko, hérna stjórnarandstaðan hefur verið, allavega hluti stjórnarandstöðunar hefur nú verið óþreytandi í að benda á mikilvægi þess að grípa þá sem að hafa mist atvinnuna með því að lengja tekjutengda tímabilið, með því að lengja tímabil réttinda til atvinnulausisbóta, með því að hækka grunnatvinnuleysisbætur upp í lágmarkslaun. Þetta eru allt mál sem við í Samfylkingunni höfum margsinnis lagt fram á síðustu mánuðum. Þannig að hérna, ég vil bara halda því til haga. Það má alveg verkalýðshreyfingin má alveg stundum muna eftir því að tala ekki alla stjórnmálastéttina eins og hún sé handbendi auðvaldsins þegar við erum stanslaust að reyna. Það eins og Pampi talar alla stjórnarandstöðuna eins og við séum miðflokkurinn. Þá talar Sólveig Anna alla stjórnmálastéttina eins og við séum Bjarni Benediktsson. Stjórnmálafólkið. En að því þú nefnir þetta, má ég aðeins spyrja út í þetta, að maður fylgdist með þessu, þetta var nú sérstaklega áberandi í vor og svo aftur í haust, þar sem að stjórnarandstaðan var í því að krefjast þess að það eru lagfæringar á þessu bökkum. Og kröfurnar voru raunverulega eiginlega svona bara sára einfaldar, það var bara verið að gerum þetta bara eins og síðast, sko. Ef við ekki að fara að hlutabótaleiðina og hafa hana eins og það gekk þó skást síðast, já, ef við ekki að lengja tímabilið, tekjutengda tímabilið, ef við ekki að setja lekan undir þetta er það sem var gert í síðustu kreppu og þetta var verið að gera út allan heim, að þetta var eiginlega sko fullkomnir sko selvfölliðir. Mér datt í hug þegar varst að lýsa þessu, var þetta ekki bara tricks hjá ríkisstjórninni að skilja þetta eftir svona gallað, þannig að þið fóruð raunverulega að berjast fyrir því sem var sjálfsagt, en raunverulega komst aldrei í gang eitthvað svona umræða svona meginatriði þessara pakka, sem að til dæmis fyrsti pakkin, hann var til þess að dæla peningum út í bankakerfið sem að leiddi til þess að 200 milljarðar af nýju fé var til, sem að flæddi til hinna betursettu, sem að leiddi til hækkunar á hlutabréfaverði á Íslandi, það hækkaði 60% á árinu þar sem var hrun, eða var kreppan mikla. Fasteignaverðið rauk upp, leiguverð hefur meira að hækkað, þó svo að 2 milljónir túrista hafi horfið. Þannig að fyrsta aðgerð ríkisstjórnarinnar var að búa til eignabólu fyrir hinna betursettu í frammi fyrir kreppu sem að bitnaði fyrst og fremst á hinnum verstsettu. Og þá voru þið upptekin í því að sko bjarga ríkisstjórninni frá sko stórkostlega tjóni með því að hafa þó pakkan ekki eins og hafði reynst ágætlega 2008, 2009 og 2010. Já, mikil skömm okkar að vera ekki að standa okkur betur í að reyna að grípa alla boltana sem hendir á loft. Það hefur svo sannarlega margsinnis verið þannig á síðustu 8-9 mánuðum, 10 mánuðum, að maður hefur þurft að velja sér slag. Það hefur svo sannarlega verið þannig. Af því að það eru óteljandi hlutir í gangi og stundum þarf maður að láta ákveðna hluti fara fram hjá og meðan maður að reyna eins og maður getur að verja þá sem að verst standa. Af því ég held að það hljóti alltaf að vera okkar markmið. En því miður þá brúkar ríkisstjórnin þá ömurlegu pólitík að geta aldrei samþykkt þær tillögur sem koma frá stjórnarandstöðunni. Nánast aldrei. Þau gera það þannig og það hefur verið ítrekað þannig inn í velferðarnefnd að það er einhver glöggur stjórnarliði sem áttar sig á því atkvæðagreiðslu í annarri umræðu að sú sem að rópar í eyðimörkinni úr ræðustól formaður velferðarnefndar
áttið ykkur á því hvað að gerast hérna og þá einstaka sinnum fattar einhver hvað að gerast, að þá málið kallað inn milli 2. og 3. umræðu svo að meirihlutinn geti í staðinn fyrir bara að samþykkja breytingartillögu mína breytt málinu þannig að það breytingartillagan komi frá þeim en ekki mér. Þetta pólitík sem náttúrulega algjörlega fráleit. En því miður þá hefur þetta verið svona of oft. Þetta hefur bæði verið svona hjá okkur og þetta hefur verið svona í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem Oddný hefur verið með ýmsa bandorma og svo gera þau það líka ítrekað að þau fella tillögur okkar í apríl til þess að geta sjálf komið með þær miðjan maí og samþykkja það. Þú veist, þetta algjörlega fráleit pólitík og svo einhvern veginn svo ótrúlega lágu plani þegar við erum að horfa á þessa stóru mynd og við erum öll einhvern veginn að reyna að hjálpa til. Við hlaupum eins og brjáluð og erum einhvern veginn að reyna að láta ekki þúsundir fjölskyldna sökkva að vera í þessum lágkúrulega leik á sama tíma hver átti hugmyndina. Þetta alveg lægsti samnefnari. Ég ætla ekki að gera lítið úr eitthvað hlutverki því að mér finnst til dæmis Alþýðusambandið var raunverulega í þessu sama síðastliðið vor og líka haust að reyna að lagfæra eitthvað og kannski voru lagfæringarnar eins og ég að segja bara eiginlega sjálfsögðu hlutir sem höfðu reynst ágætlega í síðustu kreppu og kannski fólk út alla Evrópu veit að það eiginlega forseta þess til þess að það gangi upp og það verður þetta að vera með þessum hætti. Já, nú ætla ég að fara inn á jarðsprengjusvæði. Þegar að tillögur voru gerðar varðandi uppsagnarleiðina sem var líka búin til fyrir Icelandair að þá fékk sú hugmynd eða þær tillögur algjört lögmæti vegna stuðnings frá Alþýðusambandi Íslands og ég hef talað þetta við forseta Alþýðusambands Íslands hvað ég var ósátt við þetta ástand sem þá var. Vegna þess að hlutabótaleiðin sem í grunninn mjög góð leið af því að hún heldur þessum ráðningasambandsþræði og við áttum miklu frekar að útvíkka hlutabótaleiðina og leyfa fyrirtækjum að nýta jafnvel starfskraftana meira heldur en það sem þeir voru að borga, áttu að leyfa því að vera lengur og svo framvegis af því að þessi þráður að halda einhverju ráðningasambandi það skiptir svo miklu máli þegar að hagurinn fer að vænkast hjá fyrirtækjanum, þá auðveldara fyrir fyrirtæki að segja, við erum hérna með hana Guðrúnu, við ætlum að auka núna starfshlutfall hennar upp í 75% í staðinn fyrir að láta alla hina hlaupa helmikið hraðar en ekki ráða inn. Þið vitið, það miklu meiri ákvörðun þegar það gengur frekar illa að ráða inn heilan starfsmann í staðinn fyrir að auka bara við starfshlutfallið. Og ég held að það hefði verið miklu vænlegra að styrkja hlutabótaleiðina heldur en að fara í þessa fjandans uppsagnarleið, fyrirgefið orðbragðið. Jarðsprengjan var ættlaus. Já, jarðsprengjan var ég var bara ósátt við það að þessi leið að búa til að borga fyrirtækjum fyrir að styðja fyrirtæki við að segja upp hrú af starfsfólki í staðinn fyrir að reyna að styðja við að hafa frekar hlutabótaleiðina til þess að halda fólki í einhverju virkni og með einhverju tengingu. Mér fannst það vont hvað Alþýðusamband Íslands studdi þessa leið mjög mikið af því að það voru þrengt skilyrðin alveg rosalega inn í hlutabótaleiðinni og eru ennþá í staðinn fyrir bara að lengja hlutabótaleiðin og hafa hana bara næstu 18 mánuði eins og var verið að gera út í heimi að þá var farið í að þrengja skilyrðin þarna mjög mikið og víkkaðu í uppsagnarleiðinni til þess að hleypa öllum inn í uppsagnarleiðina. Og þetta, ég var ósátt við þetta af því að meirihlutinn vísaði stanslaust í að þetta væri komið frá ASÍ og þarna var bara gefið fullt lögmæti fyrir þessu og ég var bara ósátt við þetta. Því miður og ég held að það sé allir út í sammála því núna þetta voru mistök. Sara, þú nú komið oft inn á þing held ég sem varaþingmaður en ert samt svona tiltölulega ný á þingi. Má ég spyrja þig að því að við vitum að það eru stór mál sem að þetta samfélag þarf að takast á við og það þarf að móta einhverja stefnu og búa til pólitískan stuðning og það þarf að búa til samstöðu meðal þjóðarinnar til þess að ná þeim í gegn. En stundum finnst manni eins og að okkur
gangi ekkert sérlega vel í því að sko einu sinni ákveða hvaða mál eru mikilvæg og hvaða mál við ættum að ræða og þegar maður horfir svona yfir þetta ár sem að líða þá það, þú veist, samstaða það hlutabótaleiðina, samstaða sóttvarnar aðgerðir svona til að byrja með, það var minna í svona miðkaflanum, meiri voru að líða árið. Hefur þú á tilfinningunni að því að við nefndum áðan svona alls konar stór mál sem að biðja okkar að við séum svona undir það búin að setja þau mál á dagskrá, að það sé líklegt að þau komist á dagskrá, að líklegt að við náum eðlilegri umræðu það, að líklegt að við náum að afgreiða þau? Sko, það veltur svona svo mikið á því að almenningur hafi aðgang að samtölunum og geti komið sínum sjónarmiðum og hugrenningum á framfæri og ég meina ef við tala til dæmis í þá kosninga núna þessum fyrir að dregur að kosningum að þá alltaf samtölin velta á því að náttúrulega sterkum fjölmiðlum og umræðu þar en líka að almenningur hafi einhvern aðgang og hafi einhverja inngöngu inn í þetta samtal og svo auðvitað náttúrulega kosningarnar sjálfar eiga að vera til marks hvaða áherslumál þjóðin hefur. Þannig að mér finnst þetta vera samtal sem að þarf að eiga við almenning í landinu en ekki í einhverjum reykfylltum bakherbergjum inn á Alþingi og það til dæmis mjög merkilegt að koma inn á þing núna og eins og þú komst inn á, ég hef komið nokkur sinnum inn á þing, fyrst í stuttan tíma í 2 vikur á þar síðasta kjörtímabili og, nei fyrir ekki þar síðasta kjörtímabili og og svo í lengri tíma 4 mánuði og svo núna kom ég inn í nóvember og verð fram á vor, inn í mars og það svo allt öðruvísi að koma á þing núna frá því síðast. Vanalega þinghúsið svona dýnamískur staður, það gestir að koma og fara, það eru fjölmiðlar þarna, það einhvern veginn líf og fjör og einhvern veginn svona ákveðin púls í gangi. Að koma inn núna mjög merkilegt. Þetta svona eins og draugaskip og með sko þeim sem að samstarfsfólki og andstæðingum. Þetta og ég hef áhyggjur af því líka og þingsalurinn til dæmis, hann náttúrulega tvístraður út í hliðarherbyggi þingsins og það bara staðreynd að myndast ekki sama dýnamíkin í þingsal eins og gerði síðast þegar ég sat inni. Aftur verði að minnast á mótmælin og því að almenningur getur ekki nýtt sinn lýðræðislega rétt til þess. Þingpallarnir eru tómir alltaf. Þannig ég óttast það mest að líka í ljósi þess að við vitum ekki hvenær verður búið að bólusetja þjóðina, þá óttast ég það hvernig kosningarnar verða, hvernig það verður í kringum það, að mæta kjörstað og svo framvegis. Þannig að þetta samtal verði of mikið í höndum stjórnmálamanna og sérstaklega í höndum þeirra stjórnmálamanna sem að setja núna við völd. Við sjáum það núna að við erum með ríkisstjórn sem ákveður upp á einsdæmi að fresta kosningum fram á haust en þingslit verða í vor eða í sumar. Þannig að þarna verður ríkisstjórnin sjálf á fullum launum hjá almenningi landsins í kosningabaráttu við það að vinna því að koma sér aftur í valdastóla. Og með skertan aðgang almennings að samtali, hvað verður mótmæli og svo framvegis. Mér finnst þetta mjög alvarlegt og hættulegt og bara hreinlega myndi vilja sjá meiri umræðu bara nákvæmlega þetta. Að lýðræði, hvernig eigum við að geta átt lýðræðislegt samtal þegar lýðræðið svona hálflamað. Það segja að það sé svona taktísk ákvörðun að rjúfa þing 4 mánuði fyrir kosninga til þess að þau hafi frítt spil og þurfi ekki að þola gagnrýni inn í þingsölum á störf sín. Sko, ég meina, það voru forsætisráðherra kom með röksemdafærslur sínar fyrir því að það væri stjórnsýslulega rökréttara að halda kosningarnar í haust. Hún gaf það út að mig minnir áður en að COVID skall á.
ég meina það bara, og svo þetta með fjármálaáætlunina, fyrir ekki, það þetta út hérna, heyrnartóli mín, heyrist í mér? Já. Hérna, að þetta þessi ríkisstjórn einhvern veginn bara með, hlýtur að sjá sér leik á borði núna undir þessum kringumstæðum og mér finnst þetta ekki gott. En hvað varðar þá þætti sem við þurfum að horfast í augu við, það eru loftslagsmálin og það unga fólkið og ég vona sannarlega til þess að okkur beri gæfi til að ná upp umræðu þessa hluti. Ég vil líka aðeins koma inn á það að við þurfum kannski líka þau okkar sem í stjórnarandstöðu og stjórnarandstöðuflokkar og svo framvegis að sýna meiri samstöðu okkar á milli í umræðunni og sýna það að við getum tekið höndum saman á móti gagnvart þessum öflum sem eru búin að sitja áratugi við stjórnvölinn hér á Íslandi, að við sjáum sín fram á við hvernig við ætlum að breyta og gera hlutina. Þannig að það líka mikilvægt að það sé ekki alltaf, við séum ekki að sparki hvort annar. Við þurfum að vinna saman. Sólveig Anna, svona einhver leyti snýst það svona hvernig hvaða mál eru á dagskrá, hvað er verið að ræða í samfélaginu. Það er ekki endilega alltaf réttustu málin eða mikilvægustu málin eða stundum það bara eitthvað allt annað sem til umræðu. Stundum bara umræðu vettvangur veikur. Fjölmiðlar held ég veikari núna en þeir hafa verið bara lengi, síðustu 15 ára eða frá því fyrir hrun. Þær voru Sonja hjá BSRB og Drífa hjá ASÍ í gær og þær sögðust að vinna því að setja ákveðin mál á dagskrá í kosningabaráttunni. Töldu það væri sóknarfæri fyrir verkalýðshreyfinguna og almannasamtök að reyna að stýra umræðunni, að þröngva stjórnmálumræðunni inn á þá svona farveg sem að hentaði alþýðumanna. Hefurðu trú á því að það verði þannig í aðdraganda kosninganna, að þessar kosningar næsta haust, að þær muni snúast þau mál sem eru mikilvæg eða gætu við lent í því að það væri svona háað í umræðunni og eitthvað óljóst og við verðum í faraldri og það væri kannski ekki við hæfi að vera með hörku í átökunum, í stjórnmálaátökunum, að það kæmi kannski aldrei á dagskrá þar sem að mestu máli skiptir. Já, ég vona af öllu hjarta að það takist að setja þau mál sem að mestu skipta á dagskrá, en svo þurfum við að horfast í augu við það að það er mjög ólíkt fyrir ólíka hópa hvað skiptir mestu máli og staðreyndin sú að það sem að gert hefur og hér hefur einhverju leyti verið rakið er að þau sem að mest áttu fyrir eiga einfaldlega meira núna og þau sem að minnst áttu jafnvel ekki neitt eru enn verr sett og voru þó skelfilega illa sett fyrir. Þannig að hvernig munum við geta og vilji fyrir því að standa saman og tryggja að hagsmunamál þeirra sem að minnst eiga, minnst völdin hafa verði sett í forgang. Það verður mjög forvitnilegt að sjá hvort það getur gerst og ég bara vona að svo verði og sannarlega tilbúin til þess að leggja mitt á vogarskálarnar í því. Þetta náttúrulega svo ótrúlega óvenjuleg kreppa sem að við erum inn í. Hún ekki svona típisk kreppa, hún komin til vegna sóttvarnaraðgerða stjórnvalda alla veröld og þegar ég segi það þá ég ekkert að segja það þú veist hvað mér finnst sóttvarnaraðgerðina, þetta bara einföld staðreynd, kreppan afleiðing þeirra en hverjir hafa farið verst út úr henni, það fólkið sem að þegar var jaðarsettast í samfélaginu og þá þurfum við að horfast í augu við þann vanda sem að fylgir því að vera jaðarsett manneskja í samfélagi og þegar við horfum á fólkið sem að
sem hefur orðið verst út úr þessu hér á Íslandi, sem eru til dæmis mjög stór hópur af félagsfólki Eflingar, þá þetta aðflutt verkafólk sem hefur til dæmis ekki kosningarétt hérna. Þannig að þegar að stjórnmálafólk kemur að þeim tímapunkti að það fyrir að reikna út fyrir hverja sé best að setja fram stefnumál til þess að tryggja að kjósendur skili sér á kjörstað og kjósi rétt. Hvernig getum við tryggt að hagsmunir þessa fólks verði í nægilega miklu fyrirrúmi, að það verði sannarlega gert eitthvað til þess að bregðast við þeim bráðavanda sem sannarlega ríkir þarna. Það á bara auðvitað eftir að koma í ljós. Þarna sé ég til dæmis að verkalýðshreyfingin gæti sameinast í því að setja fram afdráttarlausa kröfu þar sem ég sagði áðan, sem ég kallaði áðan innviða uppbyggingu. Ég meina þá getum við til dæmis farið í eitthvað sem hefði átt náttúrulega að gera fyrir löngu síðan, sem stórtæk húsnæðis uppbygging. Ekkert kæmi sér betur á þessum tímapunkti fyrir láglaunafólk á Íslandi heldur en það að hið opinbera sæi sóma sinn í því að byggja mannsæmandi gott húsnæði sem að gerði það að verkum að fólk losnaði úr þessari ótrúlega svívirðilegu gildru sem að það hefur verið hneppt í, þar sem að því sem næst allar ráðstöfunartekjur eru að renna í vasa einhverja fjármagnseigenda út í bæ. Fleiri stór mál sem að kæmu sér ótrúlega vel fyrir vinnandi fólk, fyrir verka- og láglaunafólk, það væri það að íslensk bankamál væru tekin föstum tökum, að það væri náttúrulega fyrsta lagi komið í veg fyrir það að auðvaldsflokkurinn kæmist í þá stöðu að geta selt bankana og að bankarnir yrðu nýttir í það að fjármagna þessa innviða uppbyggingu, fjármagna húsnæðis uppbygginguna og svo fjármagna það sem að Íslensk verkalýðshreyfing hefur ákveðið að kalla réttlátt umskipti, þar sem í Bandaríkjunum og Bretlandi líka kallað The New Green Deal, að búa til góða, vel launaða, örugga vinnu fyrir láglaunafólk, vinnu sem að hverfur ekki bara burt leið og það verður samdráttur eða kreppa á hinum kapítalíska markaði. Þetta er það sem að þarf að gera ásamt auðvitað fjölmörgu öðru og á þessum tímapunkti þá er bara erfitt að spá fyrir það hvað mun gerast, hvað mun eiga sér stað. Ég auðvitað leyfi mér að vera bjartsýn vegna þess að ég trúi því af öllu hjarta að það verði einfaldlega að gera eitthvað, að við getum ekki haldið áfram á sömu vegferð og við höfum verið á, en að sama skapi er ég áhyggjufull og oft á tíðum mjög svartsýn vegna þess að í fyrsta lagi eins og náttúrulega Helga Vala sagði áðan, þú veist, það eru bara milljón boltar á lofti og fólk þarf að reyna að grípa einhverja af þeim, það þarf að velja sér slagi og það er ekki þar með sagt að sá slagur sem þú velur þér að taka sé endilega sá slagur sem einhvern veginn sagan muni svo leiða í ljós að hafi verið sá rétti fyrir þig. Og það er auðvitað algjörlega klikkað að það þurfi að setja alveg endalaust mikla orku í það að berjast fyrir sjálfsögðum hlutum, þannig er það og það að við séum í þeirri stöðu gerir það náttúrulega verkum að orka okkar og tími fer í það í stað þess kannski að geta nýst með svona markvissari hætti í það að planleggja og draga upp svona framtíðarsýn sem að hægt er að leggja fram og hægt er að fá fólk til þess að sameinast og svo bara ætla ég að ítreka það sem ég tel eftir bara mína reynslu og aðkomu að baráttu á svolítið svona, þú veist, baráttu sem er ekki bara einhver svona aktivista baráttu alveg á gólfinu, heldur baráttu sem að nær svona á aðeins svona herri staði að við þurfum einhvern veginn endalaust og það er það sem ég hef séð og lært, þessum endalaust að vera að berjast fyrir hlutum sem að sem að maður heldur að séu komnir. Við erum að berjast fyrir því að kjarasamningsbundnar hækkanir standi.
jafnvel þó að sannarlega hafi verið búið að skrifa undir þessa kjarasamninga fyrir mjög löngu síðan og fólk hafi farið í verkföll til þess að ná þessu fram, þá allt í einu erum við aftur komin á þennan stað, þurfum að setja ótrúlega miklu orku í þessa baráttu. Við erum ennþá að berjast fyrir því að stjórnvöld uppfylli loforði sem þau gáfu okkur févíti, að það hafi afleiðingar að stela launum. Þetta ekki ennþá búið að uppfylla, þrátt fyrir að þetta hafi verið partur af umrædda og dásamaða loforðapakka stjórnvalda vegna lífskjarasamningana. Þetta ókeypis fyrir ríkissjóð, bókstaflega ókeypis, það samt ekki ennþá búið að uppfylla þetta. Þannig að ég sannarlega ætla ekki að hljóma eins og einhver væluskjóða og það vil ég sannarlega ekki vera, en staðreyndin bara þessi að tíminn og orkan fara í hluti sem að ættu og eru settlaðir og það gerir það að verkum að það kannski of erfitt, þá ég ekki að meina of erfitt ekki þannig að það ekki hægt að gera það, en það fer bara of mikil orka, of mikil tími, of mikil kraftur í þessa hluti þegar við auðvitað ættum núna á þessum tímapunkti að stíga fram sameinuð, sterk, upplitsstjörf og sjúklega bara militant, róttæk og frek og segja, ég meina bara hingað og ekki lengra, nú skuluð þið bara gera það sem þið eigið að gera, sem að endurgreiða verka og láglaunafólki á þessu landi þá stóru skuld sem að fyrir löngu ætti að vera búið að endurgreiða þeim og gera það með góðum, skynsamlegum og uppbyggilegum hætti. Það svona sjálfsögður hluti að ríkisstjórnin kemst upp með það að þegar hún að kynna aðgerðir sínar til almennings að þá kynir hún alltaf atvinnuleysistryggingar sem eins og framlag sitt, sem eitthvað sem að íslensku verkalýður náði í gegn 1956 að stærstu leyti, en það alltaf kynnt eins og þetta sé sérstök svona manngæsku gjöf ríkisstjórnarinnar. Þannig hefur víglínan alltaf færið langt inn á svæði löngu unnina sigra, þannig að sömuleyti bara þannig. En þú talar kosningar og hagsmuni verkalýðsins. Það hlutverk Eflingar, Alþýðusambandsins verkalýðshreyfingarinnar að skilgreina hagsmuni sinna félagsmanna og koma þeim málum fyrir inn í hinum pólitíska vettvangi og þá ekki að tala að þau fari í framboð, heldur bara eins og Sonja og Drífa voru að segja í gær að eiginlega þröngva umræðunni yfir á það sem að þau skilgreina sem að raunverulega hagsmuna sinna félagsmanna. Eða það þannig að þið eigið að sinna kjaramálunum og svo fara ykkar félagar að hinnu gnægtarborðinu, hlaðborði almennu stjórnmála og velur sér sinn kost. Hvert hlutverk ykkar þarna í þessu að skilgreina það hvað ykkar fólk raunverulega þarf og hvað ykkar fólk raunverulega vill? Ég meina, ég veit hvað mér finnst, ég held að það sé nú svona almennt með við það hvað ég hef þusað undanfarið þá sé það svona frekar augljóst. Ég lít náttúrulega á það sem eitt af grundvallar hlutverkum verkalýðs baráttunar að setja fram pólitískar kröfur varða hagsmuni vinnandi fólks og knýja svo á það með bara staðfestu og með einbeittum baráttu vilja að árangur náist þar. Svo auðvitað það svo að innan hreyfingar vinnandi fólk sem oft hér talað sem eitthvað svona eitt fyrirbæri og að þar séu allir einhvern veginn með sömu hagsmuni, þá það auðvitað alls ekki svoleiðis. Þannig að þú veist, það þarf að standa í alls konar verkalýðspólitík allstaðar en það eru þessi stóru mál sem að hægt fyrir þessa stóru hreyfingu vinnandi fólks tel ég að sameinast í bara afdráttarlausri kröfu og það eru ég meina ég alveg sammála því sem þú varst að segja, ég meina það alltaf einhvern veginn verið að færa víglínuna og við erum alltaf aftur að berjast einhverja hluti sem búið að settla fyrir löngu síðan, en hér eru þó mál sem að sannarlega þarf að berjast fyrir og á að berjast fyrir eins og hinn margumrædda húsnæðis uppbygging sem einfaldlega verður að ganga í að laga. Ég meina hér bara berast fréttir af því
liggum við á hverjum degi að þú veist, það vanti ótrúlega margar íbúðir og svo framvegis og við vitum nákvæmlega hverjir eru tapararnir í því. Það hérna, þú veist, það vinnandi fólk. En hvernig við svo gerum þetta? Það á auðvitað eftir að koma í ljós vegna þess að nú náttúrulega ný forysta í þessari hreyfingu og nýjar hugmyndir og það verður auðvitað mjög spennandi fyrir okkur í þessari hreyfingu og vonandi fyrir aðra að þú veist, sjá hvernig þetta spilast út, en ég allavega get sagt og mun beita mér með þeim hætti að Efling ekki aðeins standi vörð hagsmuni félagana, heldur jafnframt knýi á að stjórnmálin þú veist, svari kalli félagsins og félagsmanna það sem að þurfi að gera. Kannski ekki síst vegna þess að helmingurinn af félagsmönnunum hjá þér ekki með kosningarétt, þannig að það er náttúrulega svo ótrúlegt og ég viðurkenni að ég var einhvern veginn ekki almennilega búin að svona alveg horfast í augu við þetta fyrr en núna í þessari COVID-kreppu. Ég var auðvitað fyrir löngu búin að horfast í augu við allt mögulegt varðar stöðu og hagsmuni aðflutts verkafólks á Íslandi, en þetta hversu helsjúkt það fyrir fulltrúalýðræðið að vera með stóran hóp af ómissandi starfsfólki sem hefur knúið áfram hagvöxtinn, fólki sem hefur bara bókstaflega stritað og lagt nótt við 19 dag fyrir oft smánarleg laun, erfiðar aðstæður, fórnarlömb launaþjófnaðar og svo framvegis, og svo þegar það kemur að því að verða massíft afl til þess að knýja á að stjórnmálin virki sem þau ættu að gera, þá hefur þetta fólk ekki það sem það þarf að hafa, sem getan til þess að fara á kjörstað og framkvæma þetta svona grundvallar lýðræðis atriði. Og akkurat, ég meina í stöður sem þeirri, þá hlýtur það að vera þeimmun mikilvægara að verkalýðsfélag þessa hóps beiti sér með afgerandi pólitískum hætti til þess að berjast fyrir hagsmuni þeirra. Helga Vala, þetta spennandi svona fyrir áhugamennum sögu sósíalískar hreyfingar. Einu sinni var náttúrulega forverar samfylkingarinnar, Alþýðuflokkurinn var hluti af Alþýðusambandinu og það var eitt. Og þegar það var búin til á sama stað stefnan, það var reynt að ná upp úr grassrótinni, hvað það sem að fólk vill, fólk gekk á milli og gaf á bjóða ykkur og hvað eigum við að berjast fyrir og hvað fleira. Svo klofnar þarna svolítið á milli og það verður svona verkaskipting, en núna að koma upp, við erum ekki að vitna í Sólveig Önnu, það voru Sonja og Drífa í gær sem voru raunverulega að taka sér það umboð, að skilgreina það, hvað verkafólkið, launafólkið í landinu, hvað það vill fá út úr stjórnmálum. Þetta svolítið önnur staða heldur en það var þegar að verkalýðshreyfingin sat á svona sínum kolli út í horni, heldur en annað heldur en við erum bara í marga áratugi. Þurfið þið ekki að eitthvað að akta á þetta? Hvað ætlið að gera? Ætlið að bara taka upp stefnu sem kemur út úr gröfum hreyfinga launafólks, eða ætlið að berjast fyrir því að þetta sé ykkar svæði, að ákvarða framtíð heilbrigðiskerfisins og húsnæðiskerfisins og velferðarkerfisins og ríkisfjármála, að það sé á ykkar könnu en þau eigi að vera einhvers staðar annars staðar að sjá mönnumál? Nei, ég of ný í pólitíkinni til þess að einhvern veginn vera of föst í því að einhver eigi eitthvað. Þannig að ég held að þetta sé bara samvinnuverkefni. Þetta, þú veist, við eigum að vera að vinna að þessu saman og auðvitað skiptir það máli þegar það eru fleiri en bara flokkspólitíkin að tala á þessum nótum. Auðvitað hefur það meiri slagkraft, alltaf. Það er fullt af fólki sem að lokar alltaf eyrunum þegar að pólitíkusarnir byrja að tala. Þannig að ég fagna því bara að það séu svona mjög kröftuga raddir í verkalýðsbaráttunni
á svona mörgum stöðum líka, af því að þetta er ekki bara BSRB eða bara Efling eða bara BHM, þó það sé ekki bara, heldur mér sem þetta bara vera brjálæðislega samstæður hópur sem talar einum rómi af miklum krafti. Mér finnst það mjög jákvætt, af því að þarna undir eru þetta mjög ólíkir hópar, fólks með mjög ólíkan bakgrunn og í alls konar aðstæðum. Og stundum raddirnar líka ólíkar, sko. Það allt annar tónn í Eflingu heldur BHM og... Já, algjörlega, en það eru samt þarna snertifletir sem eru mjög kröftugir. Að sjálfsögðu eru raddirnar ólíkar, ég meina það eru auðvitað ólík viðfangsefni. Ég meina, prófessor við háskólan er ekki að glíma við sama vandamál í sínu daglega lífi eins og ómenntaður erlendur starfskraftur sem að vinna við að þrífa gangana á Landspítalanum, þið vitið. Það bara, en sko, einhvers staðar verða snertifletirnir þeir sömu. Og hérna, ég tengdi svo rosalega við það sem að Sólveig Anna var að tala í sambandi við að þurfa alltaf að hrökkva tilbaka og fara að berjast fyrir sömu hlutunum aftur og aftur. Ef við horfum til dæmis á hana lífskjarasamning sem að var undirritaður með pomp og prakt og lúðrablæstri hérna í byrjun árs 2019. Núna í október ætlaði félagsmálaráðherra að leggja fram 2 frumvörp sem liður í að efna lífskjarasamningin. Við erum á lokametrum þessa þings, á lokametrum þessa kjörtímabils og það átti að koma fram þessi 2 frumvörp, annars vegar til að auka réttarstöðu leigjenda og hitt frumvarpið einmitt út af félagslegum undirboðum á vinnumarkaði, févíti og allt þetta dót til þess að reyna að bregðast við launaþjófnaði sem viðvarandi í íslensku samfélagi og hvorugt þessara frumvarpa eru komin fram. Og nú bíðum maður bara og skoðar hvernig verður uppfærð þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Það bólaði ekkert á þessum frumvörpum á haustþingi. En hérna, og þá veltir maður fyrir sér sko forgangsröðuninni. Ég meina þau dúndruðu gegn hérna hlutdeildarlánunum á ofsahraða á sumarþingi af því að það var bara búið að hóta því að það færi allt í uppnám í haust ef að það væri ekki unnið í þessu. Og þá var þessu einhvern veginn hraðað í gegn og svolítið með vinstri hendinni, sko, ekki alveg full skapað, en... Hlutdeildarlánin eru til að lána fyrstu kaupautu fyrir eigið fé íbúðana. Já. Það mér sagt að sé fjármagna með því að lækka vaxtabæturnar, þannig að það sem almenningur átti, ef við erum að tala um víglínu, það sem almenningur átti sem styrk, eða stuðning, beinan fjárstuðning, að það færa núna hann má taka það láni í hlutdeildarláni hjá ríkinu. Þetta ekki stórkostlegur sigur. Já, það var þannig. Það 4 milljarðar á ári og þau taka hvað milljarð af vaxtabótunum inn í þetta kerfi. Þetta næstu í, þetta svona grætilegt, af því að við vorum að tala um víglínunar, að jafnvel þótt að eitthvað sem að vinnist sem sigur, að þá það raunverulega þeir uppi staðið jafnvel tap, það jafnvel aftur á bak. Já, líka kannski bara af því að vaxtabótakerfið hefur verið hérna lemstrað mjög. Það eru bara, þú veist, það eru ekkert allir sem að hafa geta nýtt sér það. Bara einir allra tekjulegstu að vera að taka þeim. Já, ég meina fólk á ágætislaunum sem skuldar 15 milljónir í námslán, þið vitið, sem það þarf að borga af, það til dæmis hefur ekki fengið vaxtabætur. Þannig að hérna, þú veist, já. Það þarf alveg að einhvern veginn, þetta átt að verða svona jöfnunatæki, vaxtabótakerfi á að vera jöfnunatæki einmitt til þess að hérna reyna einhvern veginn að jafna kjörin, sko. Sara, þú sagðir áðan að Píratar vildu tímamót í sinni sögu, þeir vildu komast að því að hafa alvöru áhrif á stjórnina. Landsmálin. Og þetta eiginlega, þú ert að tala um að Píratar vilja fara inn í ríkisstjórn og hvers svona ríkisstjórn getur það verið? Já, það verður ríkisstjórn hérna umbóta og ríkisstjórn þar sem að raunverulega farið í ekki bara breytingar
innan þess kerfis sem að við erum með núna, heldur breytingar á stjórnmála raunveruleikanum eða stjórnmála umhverfinu sjálfu. Helga Vala komið einmitt inn á aðeins þetta með breytingatillögur og það hvernig stjórnmálin fungera inn á þingi. Þetta náttúrulega Þetta er afleitt stjórnmál að þegar að minnihlutinn eða stjórnarandstaðan leggur fram góðar breytingatillögur sem hljómgrunnur fyrir, að þá einhvern veginn þá það bara fært inn í einhvern bakherbyggi og til þess að ríkisstjórnin geti átt fengið pólitískt kredit fyrir hlutina. Við sjáum líka með afglæpavæðingamálið okkar, Pírata, það kannski okkar fyrsta verk. Við lögðum fram þarna frumvarp afglæpavæðingu sem mjög mikilvægt mál fyrir lýðheilsusjónarmið og fyrir þjóðina og komin gríðarlegur hljómgrunn fyrir. Það var fellt þarna inn í þingsal, einungis til þess að ríkisstjórnin geti svo gert sitt eigið frumvarp og lagt það svo fram og að mér skilst þá á að leggja það fram núna á næsta þingi. En það svona stjórnmál sem eru ekki stjórnmál sem starfa í þágu almennings og þeirra sem veita stjórnmál. Við Píratar myndum vilja sjá breytingar á þessu til dæmis. Ég að fiska eiginlega með hverjum þið viljið vinna. Þáttum við mér langar að enda svolítið á því að við spáum í það. Hversumnar, ef komandi kosningar eru átökum þessa stefnun eða hína, hvaða flokka sérðu að geta unnið með ykkur að þessum nýju stjórnmálum? Já, drauma ríkisstjórnin, mín persónulega, nú tala ég náttúrulega bara fyrir sjálfa mig, þá held ég að við og Samfylkingin eruðum rosalega sterk og ég myndi vilja sjá Viðreisn líka með okkur þar og kannski bætast fleiri flokkar við á þingi sem að verða. Þú tala borgarstjórnar meirihlutann, svona meira og minna. Já, þessi flokkar þar að segja, já, og við vinnum nú þegar við saman á þingi, þessi flokkar. Við erum í stjórnarandstöðu núna, við erum auðvitað með miðflokknum líka, þannig að það ákveðin klofin stjórnarandstaða þarna núna. Já, þetta væri drauma ríkisstjórn og ég veit að þarna væri hægt að gera marga hluti mjög jákvæða fyrir þjóðarhag og til dæmis, ég langar aðeins að nefna, núna hefur myndast mikil efnahagshola og hún mun aukast og þingmaður okkar Björn Leví Gunnarsson hefur aðeins talað það að efnahagsholan sem slík ekkert endilega stærsta vandamálið sem að næsta ríkisstjórn mun horfa á. Þetta er tímafrekt vandamál. Þetta eitthvað sem þarf að tækla á mjög löngum tíma en þetta ekki alvarlegasta vandamálið. Alvarlegasta vandamálið atvinnuleysi og atvinnusköpun og þessi ríkisstjórn sem situr núna, hún hefur verið í krísustjórnun en nú komið heilt ár að það ekki hægt að skýla sig endalaust á bak við það en það vantar kröftu og viðspyrnu hvað varðar atvinnumálin og það eitthvað sem að ég sæi fyrir mér að við myndum geta tekið stóran þátt í. Við erum með hugmyndir, nýsköpunar hugmyndir uppbyggingu, til dæmis, mér langar að nefna þess kvikmyndaiðnaðinn. Þarna var komið að máli við ríkisstjórnina síðasta maí hvort það ekki væri ráð að horfa aðeins til þessara atvinnugreinar til þess að brúa ákveðið bil fyrir ferðaþjónustuna. Við mistum þarna stærsta atvinnuveg þjóðarinnar yfir nótt og vorum náttúrulega með öll eggin í sömu körfunni sem gengur ekki. Þetta eitthvað sem þarf að vinna í. Við vissum þetta þegar WOW fór á hausinn. Þá varð gríðarlegt atvinnuleysi á mjög viðkvæmum stað á Suðurnesjum. Það jókst núna og komið upp á mjög alvarlegt stig. Við getum ekki haft öll eggin í sömu körfinu. Við verðum að hafa fleiri burðarstólpa sem atvinnuveg þjóðarinnar. Ég ætla aðeins að fá að taka spyrja þær í lokin að þessu sama ég reikna með því að í kosningunum verði mikið talað atvinna og viðspyrna verður örugglega ársins 2021 eins og ég myndi reikna með því. En Helga Vala, þetta ríkisstjórn, þetta náttúrulega dugar ekki ríkisstjórn, þetta eru flokkar sem eru með svona í könnunum 35-38% fylgi, Viðreisn, Samfylkingin og Píratar.
Já, Þið þurfum eitthvað meira. Logi talar svolítið höfðar til VG eins og vilji ná VG innan úr bjarginu, innan úr bjargi sjálfstæðismanna. Hvers svona stjórn sér þú fyrir þess? Já, ég spyr bara hvaða fólk verður í framboði hjá Sósíalistaflokknum. Ég veist það svona svolítið partileiku núna, sko. Það ekki ennþá ljós hvort að þú verður í framboði fyrir Samfylkinguna, því að þar eitthvað nefndastörfum sem mun ákveða það, þannig að við vitum þetta ekki, við getum ekki svarað þessu öllu. Og ekki heldur hvort að Sara verði í framboði fyrir Pírata, því að Píratar mun ekki ákveða þetta fyrir í febrúar eða mars. Þannig að við erum bara í sömu leið og þið. Þetta bara svona, þetta svo skemmtilegt. En auðvitað veltur það pínlítið á fólkinu sem er svona í framvarðasveitinni, í öllum flokkum. Í venlu árferði þá gengur okkur bara vel að vinna með VG, en og þau eru svona, ættu að vera okkar bandamenn. Þetta þetta mjög mikill íhaldsflokkur. Ég er kannski ekkert mikið þar, þannig að það kannski vandinn með VG, og þau eru kannski búin að losa sig við svona þá þingmenn sem hafa svona mesta frjálslyndið í sér í rauninni. Sem voru skástir, við getum sagt. Já, ég myndi svona, já, sko mögulega, en það eru samt þarna þingmenn sem á öðrum dögum myndu jafnvel vera til í að horfa út fyrir landsteinana og vera svolítið svona, já, hafa svona svolítið skemmtilega og áferðafallega framtíðarsýn, en þessi stjórn eru þetta ofsaleg íhaldsstjórn. En ég segi sko VG á góðum degi og Framsókn á góðum degi, þú veist, það er gott fólk þarna inn á milli, það er þetta gott fólk. En Viðreisn anytime? Já, okkur hefur gengið mjög vel að vinna með Viðreisn. Þau eru þetta miklu hægri sinnaðri heldur en við. En það eru samt þarna, ég hef verið að vinna með þeim í velferðarnefnd, í umhverfis- og samgöngunefnd og fleiri nefndum, og þetta mér gengur mjög vel að vinna með þeim, þó að þau séu mun hægri sinnari heldur en við. Myndirðu segja að VG væri vinstri sinnari en þið? Er Samfylkingin svona á milli VG og Viðreisnar? Ég veit eiginlega ekki hvar VG er alveg núna, sko. Ég get ekki alveg, sko, eins og þau greiða atkvæði inn í þinginu, þá eru þau ekkert sérstaklega vinstri sinnuð. Nei. Við þurfum að biðja Bjarna Benediktsson að færa sig svo við sæjum hvernig VG er. Já, það er svolítið svoleiðis, sko. En venjulega hefur nú, sko, Framsóknarflokkurinn verið svona kamelljónið sem að verður svona bara svona, verður svona litin eins og samstarfsflokkurinn. Og það þetta núna, hann er svona miðjubarnið algjörlega þarna sem einhvern veginn fer bara inn í og hverfur oft á tíðum, það gleymist oft að spyrja þau. En þar líka er alveg prýðis fólk, sko. Þannig að mér finnst að skipta máli bara hvað við viljum gera og hvernig við viljum byggja upp gott samfélag og hvernig við viljum stuðla að því að sérhagsmunirnir víki og almannahagsmunirnir verði ráðandi við uppbygginguna. Af því mér finnst það bara skipta öllu máli. Það að stjórna efnahag landsins þannig að við leggjum til hliðar peninga en borgum ekki innviðina, það er alveg ótrúlega heimskuleg ráðstöfun á opinberu fé. Og þannig vill Sjálfstæðisflokkurinn hafa þetta, þannig vill Miðflokkurinn hafa þetta, og mér finnst það bara mjög heimskulegt. Þannig að ég skil ekki af hverju ætti að halda áfram að láta Sjálfstæðisflokkin fara svona með okkar fjármuni. Mér finnst það bara mjög vitlaus ráðstöfun. Svo til í alla flokka nema þessa tvo. Flokkur fólksins, sósíalistar á góðum degi, flokkur fólksins á góðum degi, allir á góðum degi. Já, ég held að það séu margir snertifletir þarna, já. Herðu, Sólveig, þú ert ekki á þingi, en þú fær samt þessa spurningu. Þú mátt segja hvers konar ríkisstjórn viltu fá? Hvað segir þetta? Ég sagði, hún er ekki enn á þingi. Nei, hún er ekki enn á þingi. Við skulum hafa það núna alveg fram að kosningum að ávarpa alla sem kom í þáttið þannig. Þú ert ekki enn á þingi. Hvernig ríkisstjórn viltu sjá? Hefurðu trú á því að næsta ríkisstjórn muni breyta ykkur? Eða hvað?
Það sem við erum að fást við, og þegar ég segi við þá tala ég hérna fyrir, þá tala ég sem talsmaður verka og láglaunafólks. Við erum að fást við þetta, þú veist, hver á auðinn sem að verður til við vinnu okkar, og svo auðvitað hver á auðinn sem að verður til við það að umgangast auðlindirnar sem að við eigum öll saman. Ætlum við að sætta okkur við meira af þessu sama og getum við komist á stað þar sem að verka- og láglaunafólk herskátt og hugdjart, átakasækið og fullt af þessari svona staðföstu vitneskju eigin mikilvægi, þar sem að það stendur saman til að ekki bara krefjast, heldur raunverulega til þess að fá það sem það þarf og vill, sem auðvitað að mínu viti umbreyting á kerfinu, svo að við hættum að sóa lífi okkar til þess að búa til ríkidæmi fyrir aðra, geta stjórnmálin sýnt verka- og láglaunafólki raunverulega athygli. Ég segi að það verður náttúrulega ekki annað hægt fyrir stjórnmálin ef að við getum orðið nógu massíft baráttu maskína. Ég veit ekki hvort ég hef neitt sérstakann áhuga á því að svara því hvernig ríkisstjórn ég vil sjá. Ég hef fylgst með stjórnmálum mjög lengi og haft mikinn og brennandi áhuga. Ég hef hvað eftir annað orðið fyrir stórkostlegum vonbrigðum og ég hef hvað eftir annað þurft að horfast í augu við það að eitthvað sem að ég taldi að gæti aldrei orðið verður. Ég til dæmis hefði aldrei getað trúað því að ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar tækju þátt í árásarstríði eins og þau gerðu þegar loftárásirnar á Líbíu með þeim skelfilegu afleiðingum sem urðu þar, fóru bara í gegn á nokkurar pólitískrar andstöðu, svo stuttu eftir að skelfilegu og ekkert svo stuttu eftir, bara meðan að ennþá þær skelfilegu afleiðingar sem að við áttum að vera svo ótrúlega meðvituð í Afganistan og Írak voru að spilast út, og svo framvegis. Það eru ýmis svona mál, þannig að ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort ég hef áhuga á því að spila þennan svona samkvæmisleik, þó vissulega sé hann alveg áhugaverður og spennandi. Þegar ég heyri til dæmis Söru segja að það sé mér eftirsóknarvert að vera í ríkisstjórn með Viðreisn, þá erfitt fyrir mig að ímynda mér að það verði ríkisstjórn sem að muni sýna hagsmunum verka- og láglaunafólks einhvern sérstakann áhuga. Þannig að ég veit ekki, ég ætla enn sem komið að einbeita mér að því að draga upp mynd af því sem að getur orðið ef að undirstaða allrar efnahagssköpunar í þessu samfélagi og öllum öðrum samfélögum sem að vinnuaflið, draga upp þá mynd að vinnuaflið verði, eins og ég sagði, bara þessi svona massífa baráttu maskína, að það sé óumflýjanlegt og ómögulegt, það sé, hvað heitir þetta, pólitískur ómöguleiki, að láta eins og hagsmunir þessa hóps séu ekki svo mikilvægir að það einfaldlega verði að bregðast við þeim. En það sem ég auðvitað vill á endanum að þessi hópur sjálfur hafi bara algjörlega direkt aðkomu að því hvernig stjórnmál þróast á þessu landi og hvernig farið með fjármuni ríkissjóðs, hvernig fjármunum ríkissjóðs úthlutað. Það náttúrulega á endanum sú sýn sem ég hef, að við séum ekki upp á það komin að vera einhvern veginn að gefa atkvæði okkar í örvæntingu til hinna og þessara til þess að upplifa svo að við séum einhvern veginn svo lítils virði að það þurfi ekki að standa við gefin loforð. Þetta verður að vera lokaorðin hjá okkur í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að standa við hér við rauða borðið og
svona líta svolítið öxl og fram á veg og eðlilega þá horfum við svolítið fram til kosninga því að árið 2021 kosningaár og þessi langt í kosningar. Það eru 9 mánuðir og það má búa til heilt barn á þeim tíma, eins og sagt En ég þakka ykkur kærlega fyrir Sólveig Anna, Helga Vala og Sara Elísa. Þakka hlustundur fyrir að staldra hérna við og hlusta á okkur. Ég bendi á að þennan þátt og aðra þætti samstöðarinnar má nálgast á síðum samstöðarinnar á Facebook og YouTube, líka á síðu samstöðarinnar eða vef samstöðarinnar, samstöðin.is. Svo þessi þáttur fáanlegur á helstu hlaðvarpsveitum fljótlega eftir að honum lýkur. En takk fyrir í kvöld.